Komið nú sæl. Byrjunin eins og vanalega, nákvæmlega eins. Þetta nú gert fyrir vanan okkar sem svolítið kröfuharður. En við erum að breyta ýmislegt og ráðustum í alls konar heimaferðir og snúum öll og haus. Við erum að breyta umhverfi. En það er versta með þetta umhverfi að það verður mjög stutt nýtt. Eftir viku, 10 daga, þá kannski einu sinni manstu ekki hvernig þetta var áður en þú réðst í þínar yndislegu breytingar. Þannig að það allt saman var að skamvinnri sælu og svona nú þetta blessaða líf okkar. Hvernig sem við reynum að streitast á móti, þá nú vaninn allstaðar til staðar. Eins og einhver sagði, og ég tek undir það, að maður ekkert nema vani. En hann líka vitsmun að vera og inn á milli ræðst hann gegn þessum vana og veist af hverju. Hann veit af honum. Og að því hann ræðst gegn honum, þá svona eiginlega líkar hann honum ekki allur þessi vani. Vani ekki kannski ferskleikinn uppmálaður, en við viljum að lífið okkar sé það. Og við gerum það sem við kunnum oft, ef við nennu því, ég reyndar nenni því nú ekki lengur, og þá réðst maður á herbyggi sitt, eins og þú og við oft gert, og við umsnérum öllu þar. Myndir á vegg, fengu nýjan stað, stóll til hægri fór við hinn vegginn og rúmið eitthvað annað og inn í herbygginu, það er nú ekki verið að tala að fara á milli herbyggja. Og við komum inn, sáum vissulega breytingar og fannst þetta bara harla gott. 10 dögum seinna, þá komum við inn í herbergið eins og vorum að segja áðan, svo munum við ekki einu sinni hvernig það var áður. Og við erum hætt að sjá breytingarna. Eftir 1 ár herbergið bara eitt stórt vanaverk. Og ferskleikinn af breytingunni horfin og hún hvarf furðu fljótt. Og þetta erum við að streðast við meira og minna alla okkar ævi. Þannig að finna þessar breytingar. Gera einhverja breytingar. Við erum ekki alltaf að hjakka í sama fari. Og þetta góð hugsun. Og þetta einhver hugsun sem eiginlega vill ekki fara frá okkur. Af því að við, ég og þú, erum sköpuð til að skapa. Og vera svolítið fersk í huga og hugsun. Þess vegna koma þessi andartök upp hjá okkur að mikið væri gaman að aðeins að breyta til hjá sér. Og þetta nú mjög vel þekkt. En eins og ég veit og þú veist og við vitum að þá eru menn svona misjafnlega duglegir við þetta. Og svo færist nú aldurinn yfir okkur ef Guð lofar. Og þá eiginlega nennum við þess ekki lengur að því við vitum, reynslan nú að kenna okkur marga hluti, að þetta færist hvort allt í sama far hjá okkur og svo fyrir utan að hún ekkert endilega víst að þetta uppstillingi núna sé eitthvað betri en hún áður var. En okkur fannst hún vera tómt og vanaverk sem alveg rétt. Og í sjálfu sér alveg í lagi með vanan. Og svo annað líka sem gott að hugleiða, að það er svo margt sem við þurfum að sætta okkur við.
Það sumt bara svona eða einhvern veginn öðru sér. En ég líka sammála því að það ekkert að því að hrófla við herbygginu sínu eða stofun eða hvað sem er. Þetta allt saman skammtíma verk, því eins og við vitum að eftir einhvern ákveðin tíma þá það bara orðið, já, þetta vanaverk sem við erum að gera. Allt á sínum stað. Og kötturinn í sófanum hrjótandi svo alltaf. Ef hann heima, þeir eru nú yfirleitt aldrei heima þessi kettir. En þar hann núna. Og ég segi þér það, hann hefur verið þar áður. Þannig nú þetta blessaða líf okkar. Þeir eru komast til trúar, hún svo merkileg þessi trú. Ég hygg að þá einhvern veginn förum við oftar að hugsa að staðnæki. Ég held að það sé mjög góð hugsun og heilbrigð að vil ekki staðna. Far ekki eitthvað far sem að bara við erum í. Það heitir vani og vanin gerir þetta. Þú lærir af vananum á vanan og þú ert orðin býsna klár í því sem þú ert að gera, segjum það. En einnig það vill stundum hreyfa þannig við þér að þú svona farir að hugsa eitthvað annað með öðrum hætti og stundum gera menn það ekki nema vera bent á. Svo komist eitthvað hreyfing á verkin aftur og við förum að sjá einhverjar heppilegar góðar nýjungar fæðast fram. Ég get alveg lofa þér því og ég hugsa að þú sért með sammála þar að vaninn, hann ekkert þarna. Hann ekkert að hugsa einhverja nýjungar. Hann bara vill vera á þægilega staðnum sem að kann svo vel. Vaninn verður vani vegna þess að verkið sem við erum að gera, við kunnum þau svo vel. En þau eru samt vani. Og þú gerir þau á nákvæmlega eins hátt á milli og það alveg sama hvert við horfum þarna að þú eldar matinn með þessum hætti, byrjaði kannski með eitthvað svona sem enginn hafði gert áður, en svo verður það bara þinn stíll. Einnig þar kannski þurfum við að breyta aðeins til. Og það má nú gera með ýmsum hætti, það nú hægt að bara nota annað krydd núna. Og þá kemur annað bragð af fiskinum eða kjötinu eða hvað þú ert að gera, elda. Svona sitt lítið að hverju sem að svona aðeins hressir upp á ímyndina. En þetta ekkert lykilatriði endilega. En að gefa lífinu samt svona ákveðin drykk sem að það hefur ekki fengið áður. Og það snýst málið, það að gefa lífinu svo lítinn lit, auka lit frá þessu venjulega. Og það var ástæðan fyrir því að við réðustum í breytingar á herbygginu okkar, sem við öll þekkjum. Að við höfum einhvern tímann gert. Og maður réðst í þessi verkstundum. En ég hættur því í dag, að því ég veit núna, kannski sem ég áttaði mikið á þá, að þetta endist bara stutt. Nokkur dögum seinna, þá þetta umhverfi orðið það umhverfi sem ég þekki. Og ekkert sérstakt neitt við það. Svona ekki trúin. Trúin og Jesú Krist getur aldrei verið neitt vanaverk. Það hef ég séð. Og hann þannig gerður dagurinn, hann gerður að Guði og hann vill kenna mér eitthvað sem ég aldrei jafnvel séð áður eða gert áður. Og það hefur maður upplifað oftar en einu sinni í Jesú nafni að svona eru dagarnir og þegar þú ert að gera eitthvað sem þú har aldrei gert áður, þá ferskast þú einhvern veginn upp. Þetta svona leyndardómur á baku þetta,
sem gott að hugleiða, gott að gera, því ég og þú sem einstaklingar verðum að vera á þessum stað að sinna þessu. Þegar ég að gefa mínu lífi krydd, rétt eins og þú þarft að gefa þínu lífi þitt krydd. Það að taka svona smávegis háttaskipti hugafarsi, því ekkert svona gerist nema háttaskipti hugafarsi komi inn. Kristin trú til þess að bæta líf fólks. Og ég nokkuð viss að þú sem kristin manneskja, sem viss svona upp og niður hvað verið að tala, tekur undir þetta. Vantrúin, hún ekki þarna. En vantrúin vill samt breytingar inn í sitt líf, oft á tíðum. Hún upplifir sig alveg svo allt annað fólk, svona stöðnun. En það þarf svona ákveðna sýn og hugsun til þess að sjá að maður sé svolítið staðnaður. Það gjöf frá Guði sem að kemur til mann og kvenna. Hann eitthvað að spá í vantrúna? Hann ekki akurinn? Hún ekki akurinn? Fyrir okkur kristna menn og konur, hann hlýtur því að hugsa hana alveg eins og alla hina. Kom ég ekki þaðan? Úr vantrúni? Þú ekki fyrrum vantrúar manneskja? Við erum á sama bát. Þannig að við sjáum að Guð þar líka. Ég væri ekki það sem ég í dag, í Jesú nafni, ef Guð gerði ekki vinnuna sína með þessum hætti. Einu sinni var ég merktur frá A til vantrú og engu öðru. En svo snerist það. Af hverju? Að því Drottinn fór að skima heiminn. Þarna einn og ég ætla að taka þennan. Og ferli fór í gang sem leiddi mig inn á lendur Drottins og þar ég enn 34-5 árum seinna og unni mér vel á þeim stað. Og þar lofa ég þér að allur ferskleiki býr. Kannski var ég nú ekki maðurinn sem mikið var í því að upplifa mig eitthvað staðnaðan og ég nú reyndar ekki ennþá þessi maður sem að upplifa mig þannig, en stundum samt grípur þessi hugsun til mín reyndar ekki lengur, hún gerði það stundum og það leiddi til þess að maður fór að skapa herbyggi sitt í nokkur skipti. Það var bara þessu hugsun af þessari hugsun sem fættist fram að mikið væri gaman að aðeins að snúa húsgögnunum svolítið við hjá sér. Þetta ekkert af neinu öðru en því að maður uppgötar að hugsunin og lífmanns staðnað. Vanaverk út allt. Listamaðurinn sem tekur list sína alvarlega, að hann alltaf að hugsa þessi mál og hann vill ekki staðna. En kannski finnur ekki leiðina sem hann vildi fara og gerir því eitthvað sem kannski engin betrumbót af. En breytingin, svona strangt til tekið, ætti að miða við það að hún verði þá til einhvers betra. En hvað betra? Ég held að meti það enginn nema einstaklingurinn sjálfur hvað sé betra. Það sem honum finnst betra fyrir honum betra. Hvað aðrir segja kemur þessu máli ekkert við. Því að þú sem ert að skapa, já, ert að skapa, ekki einhver annar. Annar hins vegar getur alveg metið þetta og kannski metur hann þetta ranglega og kannski metur hann þetta réttilega.
Kannski finnst honum ekki til koma, kannski verður hann út úr heillaður. En hvaða máli skiptir það mig og þig sem gerðum þetta? Ef við erum ánað með það, þá er verkið í lagi. Ekki? Þetta er mjög gott viðmið fyrir alla menn. Það er að hafa þetta viðmið. Ég þarf að vera ánægður með það sem ég er að gera. Er ég það? Ég get sagt þér það að þannig hef ég alltaf verið, já. Ég hef aldrei skilað neinu af mér fyrir en ég er orðinn sáttur við það sjálfur. Þannig hef ég alltaf verið. En ég get alveg viðurkennt það að þegar maður var að byrja til að mynda með skrifin, þá voru þau bara ósköp, já, og þau voru ekkert góð. Það get ég alveg viðurkennt. En ég skilaði þeim samt af mér eins og ég best gat á þeim tíma. Það get ég sagt mér til hóls að var. Þannig að maður stendur alveg keikur anspænis þessu þó maður viðurkenni hitt og það er bara staðreynd. Þannig við skulum ekki vera að blekkja okkur neitt með það. Gerðu það sem þú getur best og allt þitt er í raun og veru á þurru landi. 20 árum seinna segjum það, þá sérðu að þetta var nú ekki sérstakt og það er alveg rétt. En þú tókst það ekki þannig, heldur vildur þú vaksa í þessu og þú gerðir það. Í dag ert þú með, já, efni sem er jafn gott öllu öðru efni og kannski miklu betra sömu öðru efni sem er verið að gera. En hvaða máli skiptir það þig? Þú ert ennþá á þeim stað að þú skilar af því besta sem þú getur gert núna. Og slíkur einstaklingur sem það er, hann er ekki staðnaður. Hann upplifir sér ekki staðnaða manneskju. Það bara kemur ekki til greina, það fer ekki saman. Þannig að við getum alveg haldið þessu ferskleika í okkur við, sem kemur ekki af stað þeirri hugsun sem heitir stöðnun. En hún er allt í kringum okkur. Hún er við sjálf að vissu leyti. Þannig að þetta gildir ekki meir einhvern einn en annan. En samt misjafnt og nú erum við komnir að afstöðu hvers og eins. Er ég sáttur við þetta eða er ég ekki sáttur við þetta? Ef ég er ekki sáttur við þetta, segjum það, hvað gerir ég? Ég ræðst í verkið og jafnvel endurvinna frá grunni að þetta er mitt plan, þetta er mitt verk sem að ég ætla að skila af mér eins góð og ég get. Hvað aðrir sjá er ekki mitt mál. Og þannig er með alla til að mynda listsköpun. Ég trúi því að hún sé svona í grunninn hugsuð. Að menn sem að skila af sér því sem þeir best kunna á þeim tíma. Annað er hvað ég er að sjá, hvað mér finnst. Það á ekki að skilja á milli þess sem er gott eða vont. Það snýst svolítið mikið þann sem vinnur verkið og vann verkið. En hann þarf að vera á réttum stað sjálfur. Og getur alveg verið á réttum stað sjálfur, þarf að segja ef hann sér sjálfan sig rétt. Og nú erum við komnir á mjög einkennilega stað. Við sjáum okkur ekki alltaf nefnilega rétt. Hver er ég? Ég segist vera konur Hafnarfirði. Hver er konur Hafnarfirði? Hann er að verða 70. Hann er útlítandi eins og þú sérð. Ef ég dragi upp fermingamyndina mína og sæir hún nú svona aðeins öðru sem hann.
en samt hann mig sem þú ert að horfa á í þessum töluðum orðum. Orðin þetta gamall og ætlar að halda upp á afmæli sitt í september og kannski býði þér, ég veit það ekki. Það fer eftir í hvort þú smjaðrir fyrir mér. Eða býði þér örugglega ekki að þú gerir það. Hann er ekki að gera það. Þetta er lífið, minn kæri vinur. Það er svona. Nú ætla ég að fá mér vatn. Í einu sinni ljóta pelánum mínum, mér finnst það bara mjög fallegur í dag, en þegar ég fékk hann og myndi ég mig alltaf á hvað mér finnst hann ljótur. Ég var alltaf að spá ég að fá mér annan, fallegri. Þannig sjáuð að við erum ekkert nema hégómi. Ljótt, fallegt, skiptir ekki máli, en þessi yndislegur er nú bara að gera alveg sitt gagn. Hann geymir fyrir mig vatnið sem ég get sopið af inn á milli. Og það læra ræðumenn mjög fljótt, ég er svo þrjóskur stundum, mjög fljótt að þau þurfa að heita kverkarnar. En fyrst þegar ég var að tala, þá vildi ég pældi ekkert í því að það var náttúrulega bannaði mér enginn að gera það. Ég velti ekki fyrir mér, ég var nú allt til að hafa vatn. Og ég fann að ég þotnaði svolítið í kverkunum eins og við gerum þessir málglöðu menn. Og svo fór ég að súpa. Já, þetta er nú allt til aðeim. Síðan hef ég drukkið vatn þegar ég er á þessum stað. Þannig að þetta sem þú sérð hjá ræðumanni, þetta er bara fínasta verk og ræðumaður er með þetta þarna af þörf. Hann hefur lært sína leksíu, hann hefur lært eins og ég, kannski byrjaði hann sem með vasslaus og hans hefur verið svolítið svona þurr í kverkunum og leysti það með mjög einföldum hætti, var með vassglas eða vassbrúsa einhvern sér við hlið og dreifti á honum annað veifið og allt hélst á sínum stað. Röddin fallega flaugelist mjúk frá upphafi til enda eins og rödd manns á að vera. Þannig sjáum við að við þurfum að hugsa fyrir mörgum. En ræða trúarsmanns verður aldrei fyrir honum vanaverk. Það er svo margt, kæru vinir, sem að trúin gefur okkur, sem að segja, sem að ég raun og veru blæs á allan vana. Og já, hún blæs á það. Hvað með ræðuna? Hún er ný á hverjum tíma. Og ég er svo heppinn að Drottinn gefur mér eitthvað til að tala á staðnum. Ég er ekkert að segja neitt það hvernig þú eigir að gera þetta. Viljuru punta niður hjá þér, þá puntar niður hjá þér. En Drottinn tók þetta út á borðinu fyrir mig. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það. Og ég veit hvernig þetta er gert í dag. Ég veit að hann er með mér því hann kallaði mig til þessa verks. Og það hefur aldrei verið neitt efi í mínum huga. Ég veit ekkert um þig. Ég veit ekkert hvað aðrir menn hugsa. Og mér er sama það hvað aðrir menn hugsa. En hér er ég að gera það sem Drottinn kallaði mig til að gera og ég nota þær aðferðir sem hann setti fram. Og hverjir eru þær? Mjög einfaldar. Þær eru treystu Guði. Og það hef ég gert. Og þess vegna kem ég fram algjörlega óundirbúinn, ekkert að hugsa um neitt sem ég ætla að tala um. Þannig ég er aldrei að tala um þig í ræðu.
En það getur vel verið að þú upplifir það stundu þannig. Ég byrja og ég sé að þetta er þema núna og ég held mér við það. Þannig störfum við saman, ég og Jesús. Allt hjá honum og ég er að nota það. Klárt. Þetta er besti staður að vera á og léttasta vinna sem ég verið í. Af hverju? Það er gott að þjóna lifandi Guði. Það er nú niðurstaðan út úr öllu þessu máli. Og hún er sönn og hún er rétt. Og maður á þessum stað er auðvitað Lukkurnar Pamfíll, sem ég er mjög þakkláttur fyrir, er að upplifa sig alveg með eitthvað alveg spánýtt í hvert skipti, minn kæri. Og það er ekki forréttindi. Enn ein ástæðan til þess að boða trú er þessi. Þú ert alltaf að gera eitthvað alveg spánýtt. Hlusta á trúað fólk. Það talar í þessum dúr, á þessum nótum. Og ég reikna með að það gerir sér fullkomlega grein fyrir hvað þessi einstaklingur er að tala um. Veistu af hverju? Það reynir það sjálft á sinni eigin trú. Þannig það er engin lognmolla til þar sem trú er starfandi. Það er alltaf eitthvað nýtt, ferskt og fallegt. Margir sjá þetta. En kannski leið ekki allir hugan að þessu. En trúin mun koma með þetta fram og þú ferð að sjá, jú, víst er þetta nýtt fyrir mér. Þannig að þú lifir ekki það í þinni trú að vera að endurtaka alltaf sömu tugguna. En það gerði maður hérna í gamla daga. Manni fannst maður alltaf vera að gera þetta sama. Þannig eru við líka komnir að merkilegri pælingu, sem er pælingin afstöðu mína til dagsins og verkana. Það sem ég finnst er ekkert endilega það rétta. Kannski var vanaverki ekki þetta rosalega mikla vanaverk eins og ég sá það. Það eru breytingar allstaðar, en við sjáum þær ekki alltaf, að því okkur finnst þetta bara vera alltaf sami rúndurinn. Við skulum segja að við séum stödduð færiband þar sem fiskvinnsla fer fram, sumir þekkja það nú. Jú, fiskur er ennur eftir bandinu og þú tínir hlakið á borðið og skerða eitthvað smávegis til eða hvernig sem það er. En samt gerist einhvað sem að gerðist ekki í gær. Hvað gerðist í dag sem gerðist ekki í gær? Það sló eitthvað út, færibandi núna, getur ekki eitthvað slegið þessu inn. Það gerðist ekki í gær. Þannig að við sjáum að lífið er líka svona. Og hver það reyti fyrir þetta? Þannig að dagarnir eru ekkit svona flatir fyrir okkur, eins og við segjum þá vera. Sjáum við ekki hvernig trúin vill lyfta okkur svolítið upp og blása á þennan vana sem er svo ríkur í okkur sem þá hugsun mín. Já, hugsun mín. Við sjáum það með færibandi sem sló út. Það sló ekki út í gær, en það sló út í dag og það breytti nú svolítið fyrir okkur. Því það var nú smá bið og meðan var að vera að slá sinn aftur. Kannski nokkra mínútur, kannski hálftíma, eitthvað bilað leið. Það við bara sátum og biðum og fengum okkur kaffi eða eitthvað. Svo fór allt í gang aftur.
En þetta gerðist ekkert í gær. Og þessi dagur sennilega endar með bara venjubundnum hætti. Svolítið lítið hér og svolítið lítið þar, það sýnir mér það að dagarnir eru bara svona. Og hver með sitt brigðar minnstur, svo má segja. Hvað er Guð að benda okkur á? Sjáu þið þetta. Horfið á þetta, veitið þessu athygli. Skiptir það máli? Það skiptir máli fyrir hugsununa allt í þetta bara einn tómur vani. Venjur. Breytist ekki neitt. Stóra myndin breytist ekki neitt, það er rétt. En eitt og annað lítilegt í þínu umhverfi kannski er ekki eins og það var í gær. Þannig að það er líf. Ekki láta það deyja í þér lífið. En þú getur deytta að þú horfir á allt með augum vanans og það er ekkert að skeða þar. Samt er fullt að gerast. Allt í kringu þig. Það er líf allt í kringu þig. Og hver sem þú ert, þá ertu full af lífi. Notaðu það til réttara hluta. Og það er trúin öflugast allra afla því hún bæði vill virkja þetta til að þú sjáir þetta og vinnir svolítið út frá því. Og hún er meira, hún gefur þér viljan til að vilja þetta. Ef þú vilt þetta ekki, þá ertu bara merkt vananum frá A til Ö. Þannig að við sjáum enn og aftur hversu mjög við ráðum ýmsum ferðum okkar og öllum ferðum okkar. Þetta þurfum við að horfa á. Því þetta er sannleikur sjálfur og þú veist að þetta er sannleikur. Og þú veist núna að því þú ert búin að vera að hlusta á það, hversu mjög þú ræður ferðinni sjálfur og sjálf og enginn nema þú. Þannig að við þurfum að stíga fram og vera þetta fólk sem hafnar stöðnun án þess að ráðast sem laust í að umskapa herbergið sitt eða stofuna, eða húsgögnin eða íbúðina. Og nú fer það að sjá einn og annan lítinn hlut gerast. Merkilegt. Þetta er lífið. Og þetta er allt í kringum okkur. Þetta er hlaupandi fram og tilbaka en við sjáum þetta ekki. Og drögum upp myndina vana og venjur og þetta er ekkert gaman. En lífið er nú stamt þarna. Og það er hlutverk kristins manns, hvort sem það er ég eða þú, að benda fólki á þetta. Því að það er í þessu umhverfi og ekkert öðru sig. Við sem eigum til trú, við eigum þetta góða. Og það er gott að breytast þannig í huganum að við förum að sjá ýmislegt í kringum okkur gera litla hluti, bang, sem skjótast upp, andartak. Og það breytti deginum. Merkilegt, segjum við. Það er margt mjög merkilegt. En drungin og sortin sem er yfir hugum og hjörtum svo margra manna, og ég er nú ekki undan þegin því, frekar en þú, það er hægt að yfirvinna þetta allt. Og þú gerir það með trúðinni. Ég er upprissan og lífið, segir Drottinn. Upprissan og lífið. Þú verður að sjá þetta litla, bang, skjótast upp. Hvað er það annað en viss upprissa? Hvað er það annað en að sjá viss líf?
Hvað viljum við? Viljum við þetta? Já, við viljum þetta öll. Við elskum þetta öll. Og þú þarft ekkert að kosta neinu til að eignast þetta. Og bara gefur fallega hugana þínu svo litið rými. Til þess að vera ekki bara í einhverju þungum þöngum, heldur líka til þess að sjá þessa litlu smáu hluti sem eru allt í kring. Að skjóta upp hausnum og veifa. En við sáum það ekki. En þau voru með augun á allt öðrum stað. Og hugan á allt öðrum stað. Hvað var hugurinn að pæla? Það getur verið margt. Kannski ógeðslega ljótu orðin sem tölu voru til því. Og það þarf ekkert að hafa gerst í gær eða fyrradag. Það getur verið orð sem tölu voru til þín fyrir áratugum. Og þau eru enn. Og þau eru koma, þá vaðaðu í gegnum allt. Við þekkjum þetta. En Drottinn segir, í dag er dagur réttlætis míns í verki. Og hvað er réttlæti hans í verki? Það getur verið þetta litla smáa bang sem skýtst fram. Ekki til að hryggja þig, ekki til að skjala þig, heldur til að gleðja þig. Og þegar þú segir orðið athyglisvert, þá er það vegna þess að þú ert fönguð og fangaður á réttan hátt sem að vekur þig til einhverjar umhugsunar eitthvað sem þér finnst merkilegt. Og allt svoleiðis er komið frá Guði. Nú ertu alveg svoleiðis gjörsamlega 100% ósammála, séð á þér. Svona bara er þetta samt. Að Guð er öflugri en við flest gerum okkur grein fyrir. Hann er mjög öflugur. Og hann er að koma með þetta fram núna að því að vill lífga þig við. Það sem þú ert. Það einsaki mig nú enginn. Gamla tuggan og svarsin í sjálið. En hvað er út gluggan hjá þér? Það er einhver að gera einhvað í garðinum heima. Það komið svo tími að nú fara menn að stússast í honum líklega eitthvað. Eða einhver að sópa stéttinu. Og sem fyrst ferskt loft í leiðinni og reynsaðist til hjá sér. Hún getur hort á þetta ef hún nennir ekki að gera neitt. Og þetta getur glatt þig. Ef þú horfir, þá er það vegna þess að það er eitthvað þar sem vekur þér áhuga. Notaleg sjón, smá líf þarna. Það kemur nú enginn til mín. Það er bara, hvar ertu? Allt snýst um. Það ringir nú aldrei síminn hjá mér. Hvar ertu? Það er til annað líf heldur en þessi sími eða þessi dyrabjalla. Hvað sérðu í kringu þig? Á hvað ertu að horfa? Hvað er það sem allt í einu gerðist og það vakti hrifningu? Þetta er út um allt. Við þurfum að vera á þeim stað að sé möguleiki fyrir okkur að sjá þetta. Þannig við sjáum með þessa hugsun að lífið er ekki ein allsherjar stöðnun. Það er líf. Lifandi líf. Og ég held að það sé gott fyrir okkur að fá svona boðskap vegna þess að við vitum að þetta er sannleikur. Og við vitum líka að við ráðum svo miklu það hvernig þetta allt er hjá okkur. En við munum falla ofan í alls konar gryfjur
eins og það hringir enginn í mig, maður er bara gleymdur öllum og tröllum gefinn. Þetta er sjálfsvorkunn, vissir það? Já, ég held þú vitir það. Þannig að leiði henni ekki lengur að merkja þig því marki sem hún hefur gert svo lengi og átti kannski svo lengi. Það er fullt að gerast í kringum hjá þig. Taktu bara eftir því. Veitti því athygli. Og lífið fer að blómstra hjá þér eins og hjá öllum öðrum þar sem líf blómstrar hjá. Vertu sú manneskja. Því að þú getur það. Ef ég get það, þá getur þú það líka. Og þetta er gott viðmið. En segja þessu loki í dag og Konráð Rúnar fyrir þess að þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.